Nei, ég hef verið í vandræðum með að sjá þetta eitthvað. Með media player, Uh, Windows media player. nei, ég held ekki. Þá er hann batterið í gangi. Það ekki. Ertu með það síðust play? Nei, ég held ekki sko. Ég held bara með einhverja svona basic Apple. Þá kviknar hann drafið í þessari. Ok. Það hefur verið vandamáli hjá mér. Þetta er bara fyrir þá sem eru með media player og Waffle C. Ójá. Já, það styttist í þriðja leikluta hér sem æsispennandi leikinn í snorunum. Hljóðu eitthvað hátt hjá mér, það er alltaf á hátt hjá mér. Já. Það var full hátt fyrir mín eyru allavega. Svona, betra. Já, þetta er fullkomið. Svona. Ok. Eitthvað betra hérna. Ekki eins mikið suð. Heyrst í helvitis músinni samt. Það er ágætt að það er eitthvað að trufla okkur svo við höfum eitthvað að gera. Já, það eru hérna cirka 2 mínútur í hérna seinni hálfleik og þeir sem eru hérna úti í internetaldi að horfa á þessa þrælskemmtilegu diet útgáfu. Þið bara, þú veist, loggið ykkur inn á spjallsíðuna hjá okkur og segja okkur frá hvort þið séu að horfa og hvað ykkur finnst og hvað ég er frábær. Og Nonni. Það hlýtur að vera vinsælast umræðan eða ekki? Jú, það er einmitt sko, hvor er frábær, ég eða Nonni. Ég held að Nonni sé nú með það ennþá. Jæja. Hann er hérna búinn að gera stærri hluti á síðunni. Það er fólk að hringa í mig, veit fólk ekki að ég sé í beinni útsendingu? Bannað að hringa í mig í kvöld. Jæja, 35-36. 1 mínútu leik. 1 mínútu í leik. Ríkisútvarpið sjónvarp var hérna rétt áðan. Tók upp myndir sem þeir væntanlega ætla að sýna í sjónvarpsfréttunum. Nei, 10 fréttum. 10 fréttunum líklega, já. Já, sportkaflanum. Hér eru Benedikt mættur að horfa. Menn eins og Gylfi Gröndal, Gunnhildur, Siggi Vodafone, já, og Siggi Hjörleif sjálfur, legend, og Biggi Mikaels. Það eru stór menni á stóru leik. Já, það eru allir sem eru eitthvað eru hér í kvöld. Þannig að þið eru heima hjá okkur, sitið slög fyrir svona tölvuna, þá endilega rífið ykkur upp á rassinum og skundið hérna niður í Smára og horfið á þennan þrælskemmtilega leik. Við vitum ekkert hvernig það fer, því að spennan er ótrúleg. Við getum allavega gert ráð fyrir að það verði nokkuð spennandi því að þetta er toppleikur í fyrstu deildinni og þó að Blikar séu svona svo gott sem komnir upp í úrvalsdeildina þá eru Valsmenn í hörku baráttu að komast þangað upp og í baráttu við FSU um að ná heimaleikjaréttinum í úrslitakeppninni. Fínasta hreyfing hjá honum þarna undir teiknum. Brotið á honum. Gátu ekkert gert annað en að stoppa hann. Hvað heitir aftur þessi nýi? Bíddu nú við. Þessi er hérna númer 14. Hjá Blikunum. Er þetta ekki William Coley? William. Það ekki? Ok. William Coley. Ég var hættur á með dæfingar eftir að hann datt inn. Jæja. Hann var svo gamall sko. Nefni að hann rétt datt inn eftir að ég hætti sko. Svo verður þetta. Jájá. Herru, 35-36. 9 mínútur og 30 sekúndur, gott betur. Valsararnir sækja hérna hressilega körnu Jason. Jason með 3 stiga klikkar. Allmargar 3 stiga tilhörunda fallið fórkuröðum inn í kvöld. Góða mendum. Ég held að Chris Bistur núna að fara að setja miðið á og setja nokkað fyrsta hérna. Það er ekki ólíkt honum. Blikar hafa nú oftar en ekki unnið leiki með því að hitta 3 stiga hvorum aðeins oftar heldur en hinn er 2 stiga, þannig að það var kannski ekki reynt endilega alltaf á varnarleikinn. Nei, akkurat. Fyrirgefið allir sem eru að horfa á þetta og finnst ég vera of harður. En það er bara satt. Já, það var að segja mismunandi áherslur á þessum tveimur liðum, eða hvort það eru áherslur eða ekki, þá kannski mismunandi hluta leiksins að vinna leikinn. Já, líka þegar menn eins og Sævar eru að skjóta þá eiga þeir bara hendunum í loftur svo lengi sem hann dettur ofan í. Já, meðan hann hittir þá er fátt að stoppa hann, það er alveg hreinu.
Jason Harden. Hann nú, jafnvel eldri en ég, ef eitthvað er. Hann er búinn að vera lengi í boltanum, það er alveg á hreinu. Ég veit ekki hversu lengi hann hefur spilað á Íslandi en það er orðið nokkur ár. Og nokkur lið. Já, og nokkur lið. Hann var að æfa hjá okkur Blikunum fyrir einhverjum árum síðan og svo var hann í Þór Þorláksson. Það voru Fjölni á tímabili. Jú. Komin í Val. Nemja undir glæsileg sending. Þetta var svona spilamennska, eitthvað sem við sáum ekki í fyrri hálfleik. Blikarnir konir yfir aftur, það er 2 mínútur linna þriðja leikluta. Steingrímur með 3 stiga, hann klikkar. Sóvits með frákastið. 8 mínútur. Þetta var galopið. Kristján með 2 stig hana. Auðveld crossover og galopið skot. Það er það sem kallum auðvelt og uppskrift á 2 stigum. Og Hörður hérna með 3 stiga, það klikkar líka. Örugt frákast hjá Kóli. Sóknin hjá Val er ekki alveg jafn hröð og hún flæðir ekki jafn vel í fyrri hálfleik. Eitthvað hafa þeir breytt áherslunum í vörninni hjá Blikum. Nefnir að reyna að finna sér svæði en Jason Harden lokar algjörlega á hann. Dóri upp á topnum. 3 sekundur eftir. 2, 1. Rúnar næra hendunum upp í loftið. Snertir ekki hringinn. Þannig að það er skotklukkan sem rennur út. Rob kominn aftur inn á. Rólegir áhorfendur hérna í smárunum. Já, það verður að viðurkennast, það heyrist ekki mikið í þeim. Svolítið svona svo voru á golfleik. Ja, golfvelli, ég veit ekki hvað maður, golfleikur. Golfkeppni. Golfkeppni, það er vel orðið komist. Svo klappar það svona þegar boltinn fer ofan í. Þess að milli heldur niður í sendunum. Ég verð að viðurkenna, ég er mjög mikið þannig þegar ég fer á körfuboltaleiki, þannig að ég ætla ekki að gagnrýna það mikið. Það eru ljósmyndar Karvan.is, Morgunblaðið sýnist mér, Kópavogspósturinn eða Kópavogsblaðið sýnist mér. Nóg af fjölmiðlum hérna búin að vera rullin í húsinu. Og svo þetta Karvan.is, með púlsinn og öllu því sem flottasta sem gerist í körfunni. Auðvitað. Aðeins í beinni á Karvan.is. Kóli, með postið. Út á Sóvits og hann keyrir á körfuna. Jason brýtur hann á honum. Þannig er eflaust komið fleiri villir heldur en taflan sýnir. Já, við fáum því miður ekki að sjá villurnar hjá Val, þannig að það þarf að reyna að veiða það frá ritaraborðinu. 11. Fjórða liðsvillan allavega. Já, þeir eru búin að nokkuð duglegar að brjóta Valsmenn. Gæti verið að fara að lenda í vandræðum þar. Og við Sóvits setja sérna onni og 41-36. Það eru 6:30 eftir. Og hann reyndi Craig full mikið að róla hann á milli lappana. En það gekk ekki. Sóvits í bátinn nei. Vel varið skot þarna hjá Craig. Og Valsmenn bruna upp. Kóli brýtur á honum. Okkan svona með nettu tipli í spjaldi og tók boltan sjálfur. Hann á þetta til að verja skotin svona nokkuð laglega. Ja, það var engin fyrirferð, það var ekkert eitthvað að blokka út úr húsinu og svo fengi Blikarnir innkast eftir. Nei. Tók bara boltan á hann. Alexander Dungal þarna eitthvað að leika sér með boltan. Gengur illa hjá hann að ná skoti en hann náði því nú og það klikkaði. Hann ætlaði sér að skjóta. Þann sinn tími verið kominn. Sævar gerir sér tilbúin að koma inn á. Boltinn fyrir Gýrin. Hver er það sem dettur út af? Rúnar? Tími? Það er leikli hverjir í báðum og það er spurningin, það hefði ekki verið Blikar.
veit það ekki. Nú sá ég það ekki. Ég var svo mikið að fylgjast með skiptinguna að ég datt algjör út úr því hvar liðsvillir hjá Blikunum. Það er Addi með 3 villur og aðrir með enga eða eina. Þannig að það er ekkert gífurlegt stress í villum hjá Blikunum en Valsarar eru óskrifað blað. Það er slökkt á ljósaborinu hérna í smálunum. Sjáum ekkert hvað er að gerast. En þið sem eru að horfa út í endursýningu, þið að sjálfsögðu getur bara skoða tölfræði leiksins hverjir fóru út af með 5 villur. Ekki vitum við það núna. Nei, við fáum vonandi að vita í lok leiks. Þið fengið upplýsingur um það á Karavan.is. Karavan.is, allt körfubolta. Er búið að semja eitthvað slagorð fyrir á síðu, veistu það? Nei, ekki fyrir viti, Eða ertu að spinna á staðnum? Ég var nú bara búið til svona í byrni. Jæja. Spurning hvort þú ættir að lauma þess að nonna og fá eitthvað fyrir. Já. Hvernig væri það nú? Senda honum jafnvel harðort rafbréf. Það sem hann situr hérna. Þetta er sem sagt, fyrir það sem ekki vita. Þá er hérna, við hitta hann hérna. Þetta er sem sagt. Þetta er sem sagt Nonni á Karavan.is. Einu þannig. Svona lítur hann út. Það er Valsmenn með boltan, 41-36 Blikum við vil. 5,5. 5,5 eftir. Þarna heyrðum við fyrstu kvartningu kvöldsins. Og Valsmenn fá boltan hann eftir mikla baráttu. Erlingur Snær að gera góða hluti í dómgæslunni. Enda gamall Bliki. Spilaði með okkur úrvalsdeild 99-2000. Og eitthvað meira jafnvel. Jason hann er með boltan. Kemur hann á Rob. Fær hann aftur. Svolítið staðir þarna í hjálpinu. Það var vel, nei, það gekk ekki. Rob tekur frákastið og leggur hann ofan í. 41-38. Nú fyrir eitthvað að heyrast í Valsmönnum sem er svo sem ekki fyrst getið að útiliðið sem er meira háaldur en Blikarnir. Já, ég held sér nú bara í fyrstu skipt sem maður heyrir einhver fagnaðarlæti eða hvatningu á Vals leik, þannig að ég er mjög ánægður að heyra þetta. Hressandi karfið á Blikunum. Halda þessum 5 stigum en þá. Kvegg Vols þarna með skottilíðuna, hún klikkar. Kannski full fljótir að á sér þarna. Full fljótur að fagna. Sævar yfir á Halldór. Boltan rúlur á Kristján. Það er varið Jason nær boltanum hana. af Kristjáni og út af. Rófundan ætla ekki að fara að hætta núna sann. Koma svona Kristján. Enga vitleysu. Guðmundur fær hana boltan undir körfunni. Gefur hann út á Alexander. Hann dæmir hann uppkast. Það er ekki hverjum degi sem maður sér uppkast tekið þegar hann heldur utanum eitthvað. Nei, það verður að viðurkenna þetta var nokkuð vafasamt. En Valsmenn eiga boltan, þrátt fyrir það. Sjö sekúndur á klukkunni, heyrum maður inn út í sal. Alexander keyrir á körfuna. Nei, það gengur ekki. Og Guðmundur nær frákastinu. Þetta var annað frákast, sóknarfrákastið í þessari sókn. Rob með 3 og það klikkar. Og margar tilraunir. Rúnar ber upp boltan hana. Þetta er allt annað sóknarleikur hjá Blikunum heldur en í fyrri hálfleik. Þeir eru mun hreyfanlegri. Jafnvel að gefa boltan. Já, svona við og við. Ekki fara á því að það hefði sést sending. Sem ekki hefði sést í fyrri hálfleik. Blikar enn aftur konur í bónus.
3 mínútur og 15 sekúndur eftir, 43-38. Þetta var langt framhjá. Það klikkar, Alexander með frákastið og þeir keyra upp völlinn. Það verður fínt að komast þarna í 7 stiga mun. Sævar aðeins á eftir raunin að fiska boltan. Fær villu fyrir vikið. Já, Valur í bónus eða ekki, mér finnst það. Það blikarnir fá 2 skot við hvert tækifæri. Guðmundur keyrir hann á körfunni eða ákveður að gefa boltan. Það gengur ekki. Flott völd, Sævar nærður. Vel varið hjá Rúnari. Var þetta Rúnar? Hann lenti í höndunum á Sævar á eftir. Fín sókn hérna hjá Blikunum. Sævar rúlega hratt upp völlinn og Ráp hérna leggur boltinn á hann í 45-40. Hodges er helvíti traustur. Reynsla og yfirvegaður leikmaður. Mikil reynsla þar, já. Ég sé að það er allt tróðið af ljósmyndurum. Sitja hérna 4 á endalínunni. Þannig á myndum af þessum svaka leik sem er hérna í smárunum. Það þyrfti eiginlega 1 ljósmyndari viðbót til að ná mynd af ljósmyndarunum. Já, hvernig væri það? Það eru enginn annar hérna sem leynist. Já, bónusinn er raunveruleiki. Það er bara vítaskotana í hvert tækifæri. 46-40. Þeir eru bæði ofan í. Addi kemur inn á fyrir Kristján. Hann er búinn að hvíla vel og lengi. Þannig að villu vandræða. Þannig að hann ætti að vera ferskur. Eða ískaldur. Og hann var þessi ferskur. Verður hérna með 2 stiga til hann, gengur ekki. Ekki Berg skotfærið ofan í á Valsmenn núna að utan að velli þarf að segja. 7 stiga munurinn. Þarna fer 1:40 eftir. Lagleg vörn hann í Valsmennum, nei. Já. Roftur með fínustur hreyfingu. Boltinn vill ekki ofan í. Það er svona keyra hratt upp völlinn. Og Addi kom með 4. villuna. Það var ekki lengi að því. Guðmundur fyrir á línuna. Hann tók sér heilar 20 sekundur í þetta. Ég held að Einar hafi sagt að hann klári þetta bara. En allan að halda áfram, hann er ekki að fara út af þóttan sem kom í 4. Nei. Það kemur skipt af Valsmann eins og reyna. Ragnar Gylfason. Hann gerir ekkert gagn á bekknum, þannig að það er alveg sett að hafa hann inn á með þessa 4. villu. Kolbeinn hann að missi boltan út af. Var í fótinn á hann út af. Og Addi fær 50, nei. Fyrirgeðu Addi. Sævar ryður sér leið fram hjá Ragnari. Og það er svona nettan rauning fyrir vikið. Ítir honum aðeins með öxlinni þegar hann ætlaði að keyra af stað. Jú, Ragnar með skotið. Man sér það leið og hann kemur inn að þá fyrir boltinn mikið í gegnum hann í sóknarleiknum hjá Valsmönnum. En skotið gekk ekki og Blika konni í sókn 55 sekundur eftir. Addi með 3 stiga beint ofan í. Ég er ekki frá því að þetta sé fyrsta 3 stiga skotið sem fyrir ofan í á Blikum síðan ég fór að fylgjast með leiknum. Það er 10 stiga munur, 50-40. Spurning hvort að Blikarnir ætla að stinga af núna. Ragnar með 3 stiga tilraun og klikkar. Það var laglega vegt honum. Það er leikli hjá Valsmönnum. Munurinn á 12 stig.
mestu munurinn í leiknum hingað til. Og þeir áhorfendur klappa fallegum golfklappi. Það eru alveg 60 til 100 manns hérna sem sitja á pöllunum. Aðalega 60. Nei, kannski 100. Skulum nú ekki ljúga of mikið að þeim sem hlusta. Fyrir með, 2, 4, 6, 8, það eru 10, 20, 30, 40, 50, 60. Já, þetta eru cirka 100. Nú, já. Það er lúmst, það er þétt setið í hálfdregnum bekkjum í Smárunum, eða fjórðungsdregnum reyndar. Kannski svona 1,50. Það er betra að hafa lítið úr dreigið og hafa þétt, sko, stemninguna. Segjum ekki til svo, þetta er mestalega 1,50 sem er úr dreigið. Þetta er ekki eins og dreigið alla leið hérna. Nei. Enda þegar þú fyllir salinn þá er það cirka 2000. Það var seint mæta 2000 og leik hérna held ég. Já, það hefur bara ekki gerst frá 2000. Hvað er ótt að leika yfir höfuð? Það hefur ekki gerst frá því árið 2001. Hér í Smárunum. Enda var það stórleikur með Rottweiler hundum í hálfleik og skólahúsið Kópavog í uppbytun. Þannig á það að vera. Kannski ef maður gerir það eitthvað á næsta ári. Það er aftur komin ástæða til þess að vera með stæla. Wolves þarna með tilhörinu að það klikkar en þeir fá boltan. 16 sekúndur eftir að dreifa. Ekki eins mikil stemming á bekknum hjá Völsungum, það er svona aðeins þyngri yfir þeim. Já, þeir eru ekkert rosalega ánægðir með gangleiknis held ég. Kannski ástæða til. Greg missir þarna klaufalega boltan og virðist bara að dreifla honum of fast. Jæja, Valsmenn. Nei, þeir eru með jafnbort. Sovits með loka tilhörinu, hún klikkar 52-40 í þriðju leikjalegi. Þetta er rosalega lágt stigaskor. 52-40 og það er lok þriðja, já. Já, þetta er 40 stig í 3 leiklutum verður að teljast mjög lélegt hjá Valsmönnum. Fínt svona í hálfleik. Væri það, já. Það hefði kannski verið betri varnarleikur hjá Blikum heldur en ég hef upplifað það. Eða það verið nýtingu, ég þori ekki að fara með það. Já, varnarleikurinn hefur nú klárlega áhrif á nýtinguna, þannig að þeir hljóta verið að gera eitthvað rétt. Addi með 4 völlur, 15, Sævar með 3. Aðrir með 0 eða 1 hjá Blikum. Og það er sama staða með hérna Valsarana, við bara fylgjumst með hvernig fyrsti hættar að spila og þá sjáum við hvernig 5. vallan er komin. Tíu mínútur og vera mjög jafn leikur. Nú er spurningin hvort að Valsarar hafa í sér að ná að koma tilbaka. Já, þeir þurfa að koma mjög sterkir tilbaka hérna strax í upphafi ef þeir ætla að ná að vinna þennan leik. Það er alveg á hreinu. En þeir hafa þó átt til að klára leikinn betur en þeir byrjuðu. Þannig að það er kannski smá von fyrir Valsmennina. Það er brotið á Sævari, hann fyrir að lína. Þá eru það 2 stig. Það voru hrókafullur að setja það strax inn. Svona, sjáum hvað gerist. Ég sýndist þið sjá á ritaraborðinu þarna að Ragnar væri komið með 4. villuna sína. Nei, Sævar, hvað er þetta að gera? Ég er hérna öruggur með þig. Tókstu 1 eða 2 stig af þeim? Nei, ég tók 1. Já. Já. Hann mátti svo sem búast við því. Ef það er einhverjum nótið sem finnst ég verið of mikill Bliki, þá verður það kannski að setja sig við að ég fyrirverandi formaður deildarinnar í 4 ár, þannig að kannski einhver skýring á því. Ekki óvægt bara að lýsa því yfir að ég er Valsari, þannig að ég jafna það svolítið út. Já, ég held að við séum nokkuð öryggi með að þetta sé pólitísk rétt útsending. Já. Valsari er búinn að skipta yfir í einhvers konar svæðisvörn hérna og það... Hodges keyrir upp völlinn. Jú. Wolves leggur þetta ofan í 53-42, 9 mínútur eftir.
Það var auðvelt og örugt. En ekki öðru að búast þegar Robin er að rúlla völlinn. Brotið á Sovits þarna. Hörður fær villuna sýndist mér. Þeir eru nú ekki rosalega duglegir að tilkynna villuna, þannig að maður sér ekki hvað hann er komið margar, en Sævar hann með þriggjastigatilraun, hún klikkar. Hann hefur hitt nánast ekki neitt í leiknum. Jæja, Loftur fara úr sveiflu. Loftur brýtur á hann þarna og Wolf fer á línuna. Þetta er hans önnur villa. Nú heyrðu hann fyrir ekki á línuna, jæja. Þetta var fyrir skot. Það er nú fátt svo sem að bendi til þess hvað gerðist hérna. Það var Rakim. Ragnar ýtir við Sævari. Eitthvað verið full grófur þarna undir körfunni. Hlýtur að fengi sína 50 villu. Þegar hann fyrir út af. Eða var bara skipting. Nei, það var bara skipting. Jaha. Já, þeir voru að skipta hérna Jason og hérna Sjöðan. Steingrímur. Já. Loftur keyrði þarna körfuna, vel gert. Jæja, það gekk ekki. Frábær hreyfing hjá honum. En Halldór nær vandaði að boltanum. klára. 8 mínútur eftir, Adam með boltanum á topp. Yfir á Nemanja Sovits. Nei, heyrðu, hann klikkaði líka. Og rúllar af hringnum. Hann bara vonandi að þessi ekki byrjar að fagna í hugunum. En á að klára leikinn. Þeir eru 8 mínútum frá því að fara upp í efstu deild. Og Valsar eru nú ekki að nýta skotin sín, þannig að útlitið er bjart fyrir blikana. Sævar hérna laglega, nei, loftbolta. Hver er staðan hérna ef að Valsmenn vinna? Sko, ef Valsmenn vinna þá eru þeir jafnir FSU held ég alveg örugglega. Eða FSU er að spila í kvöld, já. Þeir eru að spila núna á eftir á móti Ármann, á móti Hött. Á Egilsstöðum. Já, frestaði leikurinn. Já. Þannig að þeir, en Valur og FSU eru jafnir á stigum. Ég er á 3. stig. Flottur þristur hérna. 53-45. Blikar hafa ekki skorað meira en þetta víti hérna í fjórða leikluta. Og ég var að henda boltanum beint út af. Skipting, Sævar fyrir út af og Loftur fyrir Krispis og Kóling. 7 mínútur og 8 stig. Þetta er svo sem alveg opinn leikur. Valsmenn eru búin að vinna 7 leiki í röð fyrir þennan leik. Þannig að þeir eru búin að vera nokkuð heitir upp á síkastigi. Jason keyrir hann að laglega körfuna og leggur hann ofan í. Hann kann þetta. Hreint frábær körfa hjá honum. Undir körfuna og laði hann aftur á bak. Nú fara að heyrast eitthvað aðeins í áhorfendum. Kannski komið tími til. Svona þegar lítur út fyrir að það sé möguleiki aftur. Já. 6 stig eru nú ekki neitt. Blikarnir misstu boltann út af. Já. Það dæma Valsmenn boltann. Sex og 20. Fimmtíu 47. Valsmenn með boltann. Eitthvað vilja henni þurft á gólfið þarna. Vonandi að það drepir samt ekki þegar áhorfendur eru farnir að klappa. Nei, ég fór akkurat að veltaði fyrir mér hvort dómarinn væri ekki bara að reyna að þakka niðri en því að hann flautaði um leið og þeir byrjaði að hvetja. Nei, það er ekki. Þeir halda út. Það er 90 á Blikunum að ná að halda þessu út.
Oftast er nú ekki neitt til þess að þakka niður. Það er gott að hafa þóttaldið í að komast upp í úrvalsdeildina. Boltinn þarna inn á Alexander Lalets-Bim úr beint á henni. Valsmenn farnir að pressa boltann upp allan á völlinn. Jason Steingrímur, já. Leikir ekki alveg tilbúinu því. Laglega gert, Steingrímur leggur hann ofan í. 53-51. Leikir búin að skora 1 stig í þessum leikluta ef ég fer ekki með rátt mál. Já, ég er ekki frá því, þessi er rétt hjá þér. Á meðan Valsmenn er búin að skora 11 stig. Þannig að þeir svöruðu svo sannlega kallinu og mættu sterkir hérna í fjórða leikluta. Jæja, Rob með vel valið skot þarna. Þetta heitir að fara taugum í mínum bókum. Jason með boltan út á Alexander, hann skýtur. Það er loftbolti. Þetta á hann ekki að gera. Jason slær hann að boltan út á. Lengi verið þekktur fyrir sína löngu hendur, Jason. Já, hann er alla leið. Það má segja það, já. Svo með boltan undir. Þryggjastega, nei, hann klikkar. Nú þætti mér jafnvel vænt að sjá aftur þetta spil sem var hérna á hann. Rob með þryggjastega, beint ofan í. Konur yfir. Valsmenn konur yfir. 53-54, 4:40 eftir. Líkandi lítið ómikið út fyrir að hver og einn leikmaður ætlar sér að klára þetta af því að þetta sé nú að vera búið. Já, einmitt. Þryggjastega til þess að klikkar. Blikar eða boltan. 4:30 eftir. Allt í einu komið eitthvað líf á Valsbekkin. Þeir eru farnir að sjá hvatningum sjálfur. Kristján með þryggjastega klikkar. Steingrímur með frákastuna og bruna fram. Og það klikkar leið upp í honum. Blikar að það reyna sér besta til þess að vinna þetta þryggjastalinni. Stæðan verður að skora bara 2 stig í einu. Rúnar setur upp í kerfi. Sóvic keyrir hann á körfuna. Það er karfa góð. Víti eða ekki? Víti. Og leik. Það er leiklið Blikar. 4 mínútur eftir 55-54 Blikum í vil. Árundu voru farnir að klæða sig í fötin en mér sýnist nú eitthvað að jakkarnir séu farnir aftur á hnén. Jæja. Með ekki gefast upp á að snemma. 4 mínútur eftir. Hvað segir þú? Valsmaðurinn? Ég er nú alveg tæmilega bjartsýnn. Ég er svolítið hræddur. Ég er búinn að vera að skoða svolítið þessa úrslitakeppni og persónulega myndi ég vilja sjá Valsmenn að mæta Haugum í úrslitakeppni frekar en Ármann Þrótt. Það er að segja í fyrri umferðinni. Já. Ég held að Ármann Þróttur sé að þeir eru búin að vera virkilega sterkir í seinustu leikjum. Enda allt annað lið heldur upp á tímabils. Já, allt annað lið. Enda þeir eru konur með Pétur Ingvarsson þjálfara. Þeir eru búin að ná sér í Morris Ingram og það er bara metnaður. Það er allt til þess að svona klára úrslitakeppnina og detta ofan inn sem lið nr. 2. Já. Það er að segja ef að leikarnir fara ekki að klikka á þessu núna í kvöld og halda áfram og koma sér sjálfum í úrslitakeppnina og tapa síðan eins og hann gert síðustu 3 ár í úrslitaleiknum. Það þarf nú mikið til að Blikarnir fari ekki upp, held ég. Þannig að ef við tapar núna í kvöld þá er þetta síðasta leikurinn sem ég mæti á þetta tímabili. Ég hef ekki hort á leik upp í stúku hjá Blikum og þess að sé tapleikur. Jæja. Svo við setjum þetta víti ofan í þannig að munurinn aftur upp í 2 stig, 56-54. Tæpa 4 mínútur eftir. Núna eru Árundur farnir að láta heyra í sér. Alexander leggur hann á nóni, laglega. Þeir jafna þetta. Hvað að skjóta á framlengingu? Það væri nú ekki leiðilegt.
Rúnar hann að keyra á hann. Rauningur, Kóli engin fara á kár. sig rauningin. Þetta eru Valsmenn ánægði með. Önnur villan, Einar brjálaður á kantinum. Valsmenn hæst kátir. Hæst ánæðir, kampa kátir. Sýnum ekki að ruggla þessu öllu saman. Fínt að blanda þessu saman við og við. Hæst kátir, kampa ánæðir. Nei, maður verður nú að reyna að passa aðeins upp á íslenskuna. Þú veist, you know. Það er Valsmenn á boltan. 3:32 eftir og leikurinn jafn 56-56. Þetta er allt annað heldur en fyrir leikurinn hjá þeim. Hann endaði 92-78 fyrir Blikum. Ég var ekki frá að ég sé alveg stressaður. Rob með 3 stiga, hann klikkar. Halldór slær boltann út af. Fer hendunum út af Valsmenn eiga hann. Stóra langaði til þess að fá eitthvað út á það að hafa slegið hendina á hann þegar maður reyna að grípa hann. Það fær hann ekki þetta skiptið. Alexander með boltan út af stengjum. Hann með 3 stiga, beint ofan í. 56-59, Valsmennu vil, 3 mínútur eftir. 3 stig er ekki eitthvað sem að Blikarnir mega við í þessum leik. Það hefur ekki verið mikið af því að detta niður. Aftur eru Blikarnir orðið svolítið rólegir í sóknarleiknum, alltaf treysta á einstaklega framtaki. Sóvits keyrir á körfuna og fær villuna. Það er svona kallsmátt að segja að það sé ekkert spil í gangi. Já, það er ótt að segja það. Það heitir vist ekki spil þótt þú gera hana þegar þú kemst ekki lengra. Við erum að í strítból. Já, þá er það meira einstaklingsframtakið sem að gildir. Þetta er svona næstu eins og aðeins á fyrsta flokk. Jæja, fyrra víti fór ofan í. Seinna klikkar Walls með frákastið. Nokkur stig fara hann í súginn á vítalínu hjá Blikum allana í þessum leik. Alexander með 3 stiga. Allan tíman í heiminum til að skjóta þeim. Þetta dettur ekki oft hjá honum en þetta datt í þetta skiptið. 57-62 fyrir degi. Það kom enginn til varna. Hann misti boltann, dundaði sig að taka hann upp, stilla sér upp á þess að nokkur kemur til þess að stoppa skotið. 2 mínútur eftir. Rob stelur honum af Sóvits. Nei. Rúnar stelur honum að Rob og nefnja klikkar. Og þeir brjóta á Sóvits aftur. Það er alveg að reyna að Sóvits á að klára leikinn fyrir Blikana. Fyrra skotið ofan í. 58-62, 4 stömminur, 2 mínútur og 6 sekúndur eftir. Seinna ofan í líka. Ekki staðan sem við sáum fyrir okkur þegar fjórði leikluti byrjaði. Nei, langt í frá. Valsmenn allt í einu orðnir sallar rólegir og rölta upp völlinn enda tíminn á þeirra hlið. Steingrímur með 3 stiga, það klikkar. Sóvits með frákastið. Línu 30, 12 sekúndur á klukkunni. Rúnar inn að Kóli, þetta var lagleg sending beint ofan í. Það var aldrei spurning, þetta var hreinlega lélegur varnarleikur. 61-62. Þetta er heftur spennandi leikur. Valsmenn í sókn. Jájá, Kristján stelur boltanum. Jörnar Rúnar sem að klikkar á layupinu. Kóli klikkar á frákastinu. 1 mínúta eftir, Valur 1 stig yfir. Þetta er alveg leikur. Alexander hérna með lélegustu ákvörðun ársins að mínu mati. Skýtur strax, klikkar. 50 sekúndur. Klikkar með boltanum 50 sekúndur eftir.
Hann hefði vel mátt allan að stressa Blikan aðeins meira. Já. Halda boltanum. Steingrímur hann brýtur klöfulega á sér. Fór í andlitið á honum held ég. Og það er bónus. Þannig að núna var Rúnar aftur núna á 2 dögum. Séns til þess að hjarna leik. Það sem að Blikar eru undir og nokkra sekundur eftir. Klikkaði honum seinast eða ekki? Síðast klikkaði hann 1 af 3. Þannig að við töpum. Já. Nú er spurning hvað hann gerir. Það getur komið okkur yfir með þessum 2. Fyrra klikkar. Hvað er hann gamall? Nú er ég ekki með það á hreinu. Hann er í drengjaflokki, hann er þá það segir 89-88 módel. Já, vantanlega. 62-62, 37 sekundur eftir og Valsmenn fara í hugsanlega næst síðustu sókn leiksins. Blika steðunum. Missir boltan. 25, það er 4 sekundar munur á skotklukku og leikklukku. Blika með boltan. Rúnar dribblar hann hana laglega milli fótana. 15 sekundur. 8 á klukkunni, skotklukkunni. 5, 4. Hann var dæmd af villu. Það er bónus ekki, jú, það er bónus. Aftur fyrir hann á línuna. Hann var lukkulegur með það að fá það. Hann náði hérna að það voru 3 fyrir honum. Hann tæpur á rauningnum. Já, hann var hérna mjög tæpur á því. Það var engungu vegna þess að verði ekki hérna Dungal, nei hvað er hann hérna? Tían, jú. Jú, Alexander. sem að hérna var ekki alveg búinn að stilla sér upp. Annars hafði hann enga stjórnum, hann hljóp eiginlega bara á. Já. Fyrir ekki Rúnar, ég skulle vera svona rosalega heiðalegur. En þú farið hérna 2 víti. Jú, 7 sekundur á klukkunni og Blika konir yfir 63-62. Það vantar allavega hérna 1, þannig að við séum ekki að fá ævintýrilegt tveggjastaðskot sem vinnum með 1. Þannig að hann eiginlega bara verður að setja þetta niður. Akkur á hann í leikli Valsmenn. 7 sekundur eftir. Rúnar er búinn að ná sér upp úr draugnum frá síðustu helgin. Og nú bara spurningin, ætla Valur að jafna eða vinna? Já, stefna sigrinum. Það er spurning. Eitthvað segir mér að Ragnar Gylfason fái að fara inn á núna. Hann á það til að hann setja allt ofan í. Og það væri ekki vitlust að treysta á hann. Ef hann er ekki komið sína 50 villur, reyndar. Ég geti vel trúa, já, það er hvort að hann sé með 5 villur, já. Hann gæti verið komin út af. Hvort þetta hefur verið skipting af 15 villa hann rétt á hann. Já. Áhorfendur setja pikk fastir. Aldrei þessu vant, þá er enginn farin út. Hann er óþarf að fara út af þegar menn er að vinna. Ég er ekki frá því bara að ég sé með hérna, stressin út í maðanum. Og hefur bara ekki verið stressaður við körfubolta ekki háa herrans tíð. En Blikarnir eiga síðan Þrótt Vogum eftir og Hött. Já. Sem eru nú ekki sterkstu liðin í deildinni. Þróttur unnið 2 leiki á tímabilinu og Höttur 4. Þú meinar það. Þannig að er það útileikur eða heimaleikur eða Hött? Höttur er... Hvað segir það? Höttur er hérna á Egilsstöðum. Ok. Það. En Þróttur er heimaleikur fyrir Blika. 7 sekundur. Nú horfið þið spennt. 7 sekundur. Það gera Valsmenn Rob. Vikið og hreyfingar. Já, hérna rúlaði 1 sekúnda á klukkunni en Valsmenn halda boltanum. Sá nú ekki hver þetta var sem sló hann út af. Það var Nemjasovits. Já. Valsmenn voru nú hissa á því að þeir skildi ekki fá villu og þegar hann svona hvort það var meira sló Rob í gólfið. Já, þetta var allt mikið á dómaranum, það verður að viðkennast. 6, 4. Rob á að taka þetta skot. Nú er spurningin, eru þeir í bónus eða ekki? Það eru 30 sekúndur eftir á klukkunni. Nú reynir á rittarborðið. Það er innkast. Óskar er harða ákveðin á því að þetta sé innkast. 3 sekúndur. Þeir reyna þriggjastaskot, ég veit það. Tekur skotið, það klikkar. 2, 1, búið, já!
Það fá þetta fullur að Breiðablik spilar í Æðflugastræksdeildinni á næsta ári. Ég veit ekki verið að ég sé bara nokkuð kátur. Kannski ástæða til. Kannski ég byrji bara aftur að æfa. Einar, þú gerir pláss fyrir mig í hópnum. Það þarf ekki að kaupa eins marga útlendingar sko fyrir næsta tímabil. Já, það er alltaf svolítið merkilegt að fylgjast með hvernig lið breytast á milli úrvalsdeildar og fyrstu deildar. Við skulum vona að það eru margir ungi strákar þarna sem er vel hægt að treysta fyrir hlutverk í Express-deildinni held ég. Nú var hérna Jón Björn að velta fyrir sér að reyna að grípa Einar hérna upp í stuttu viðtal. Þannig að við höldum áfram að bladra hérna í smástund og þeir sem eru heima með tölvuna þeir kannski Hingrið aðeins. Hingrið augnablik. Þeir náttúrulega vitaskuld svektir valsarnir en hafa nú svo sem ekki endilega ástæðu til því að það var ekki eins og þetta hafi verið gefins lokakafli. Nei. Ég létu Blikana allan að hafa svolítið fyrir þessu og þetta var hörkuleikur. Það var nú ekki verið mikið stigaskor. Nei, 64-62, þetta er meira svona þriðjuleikluta tölur. Þetta var leikur varnar og kannski klaufa mistaka. Fylgir oft svona stóri leikjum að menn fara svolítið á taugum. Hér sjáum við Sævar sem spilar í efstu deild á næsta ári og Krispis nýfarnir í fyrstu deildina Njarðvíkurstrákarnir, Rúnar og Kristján og þeir eru komnir ánga beint aftur. Þetta er búið að taka Blikana 4 ár. 4 ár af endurbyggingu í fyrstu deild. Það eru nú vel að þessu komnir núna. Búin að tapa einu leik. Það var á móti FSU. Núna bara seinustu umferð. Sævar kátur, dansarinn fyrir okkur. Hann er búinn að taka nokkuð dansspori síðan að leiknum lauk held ég. Mikil dansar þar á ferð. Já, þeir bræður úr Keflavík. Þið getið fundið held ég á YouTube. Þetta er Sigurdans. Þannig sjáum við að taka villt dansspor. Nú er spurning hvort það hlýtur að vera þess virði að sjá. Já, það er svo sannanlega. Keflavík Sigurdans held ég að sé kallað. Nú er spurning hvort að Nonni hafi gleymt okkur. Ekki frá því. Ég sé hann allan ekki hérna en Einar er hérna út á miðjunni. Og ræðir ég við Sigur Ofur stjórnarmann Vodafone. Það er sem stjórnarmann Blika. Sigur Vodafone kallar hann. Einn af hausunum og bak við beinar útsendingar á netinu. Nei, ég vil ekki að segja það bara. Já, ætlum við fáum hann nokkuð einhverjum. Þarna er Addi sem safnaði villum en kom með góðan sprekk þegar hann fekk loksins verið inn á. Já, hann fekk aldrei sína 50, hann nokkuð. Nei, það náði hann ekki. Honum var treystandi fyrir loka mínútunum. Þannig við sjáum við hann er Nonni. Hann hefur gleymt okkur og mist af hérna Einarinn í klefa sem er örugglega farinn að dansa stríðsdans. Þannig að, ekki bara þakka fyrir í dag. Ég er Eggert B. Aðal á bóku beinar útsendingar á netinu. Já, ég þakka nú bara fyrir að fá að koma hingað. Gísli heiti ég. Og við segjum þá bara bless og við sjáumst í næsta leik.